Lærdómurinn, ég held að hann segir nú eftir að koma mikið í ljós svona næstu árum en ég bara á því að það hægt að gera mjög mikið á Íslandi og þekkingin alveg gríðarleg. Já, ég held við séum öll bara reynslunni ríkari einmitt eftir þetta, bæði bara hvað var það, sálrænu legar bæði á okkur sjálfum og svona á okkar nánasta samstarfsfólki og þú veist, við erum búin að læra svo mikið á kerfið. Það kannski gefur okkur bara byrjandi báða vangi fyrir það sem að byrja í okkur og það var ekkert flókið að fá fólk til að taka þátt og vera með. Það það íslenska sem svo óborganlegur kostur okkar Íslendinga. Það frumkvæðið, viðbragðið, þekkskyldan, allir upp á dekk og allir hjálpast að. Svo kemur það að því að það kemur fasi 2. Hér rýmdum við allt viku fyrir 10. nóvember. Við í rauninni erum búin að vera á vergangi síðan hérna með skrifstofuhúsnæði. Héldum samt orkuverinu án feilpústs. Þannig að aðlögunarhæfnin, þrautseigjan og seiglan hefur verið gríðarleg en nú erum við komin samt í þetta stig að þetta reddast ekki lengur. Nú þarf að fara að skipuleggja. Það búin að vera góð reynsla af því í orkufyrirtækjunum að þegar kemur að einhvers konar öryggismálum þá erum við bara búin að vera lengi í mjög þéttu samtali. Það hvort það rekstraröryggi eða persónuöryggi að þá svona þroskað samstarf og það var mjög gott þegar á þetta reyndi að þroskin var til staðar. Og við höfum traust hjá almannavörnum, þau hlusta á okkur, við höfum sterka rödd hjá stjórnvöldum, stjórnvöld hlusta á okkur, leita til okkar og samstarfið gengur bara alveg ljómandi vel. Ég veit að ráðuneyti, stjórnvöld, almannavarnir, við sjálf, við erum að hugsa varaleiðir, við erum að hugsa hvernig getum við haft varaheitaveitu. Það ekki búið að hafa eina pípu á jarðhræringasvæði. Þannig að akkurat eins og staðan núna, þá liggjum við á miklu efni og við erum klári í næsta slag. Við erum reynslunni ríkari. Við erum búin að fara út á hraun á jarðítu nokkru klukkutíma eftir að hraunbræðan hætta að vella áfram. Það er komið mikil þekking og svona verkskipulagið. Við vitum alveg hvert við myndum fara næst með þetta. Ég held að lærdómsins þetta sá að Íslendingar eru búin að sjá að orkan ekki endalaus. Við sitjum hérna í Svartsengi 50 ára frábæru fyrirtæki þar sem hugvit, frumkvæði og dugnaður urðu til þess að við borum hér holur, upp kemur orka og við búum til rafmagn. En nú erum við að sjá, ekki bara hér heldur út allt land, að orkan á skornum skammti. Við erum að sjá það að hitaveitunar eru komnar á þolmörkum. Þannig að það sem lærdómurinn núna að nú þurfum við að hefja standa og horfa til framtíðar með uppbyggingu á orkuinnviðum. Þetta fordæmalausa tímabil náttúruhamfara hér á Reykjanesi hefur auðvitað reynt mjög mikið á veitukerfin okkar og starfsfólkið sem hefur hins vegar verið lykillinn af því hversu vel hefur tekist að komast í gegnum þetta. Og þá höfum við líka fengið ómetanlega hjálp frá félögum okkar í öðrum orku- og veitufyrirtækjum og fyrir við það erum við innilega þakklát. Hins vegar hér auðlindteymi sem skipað vísindamönnum sem hefur verið að kortleggja jarðhitasvæðin okkar bæði á Reykjanesi og hér og allar þetta samstarf með veðurstofnun sem hefur verið þétt bæði með mælum sem eru hér þá og bara vísindasamstarfinu daglegu og fundum. Það að skapa gríðarlega vitneskja og þekking á milli sem við erum að deila. Og ég held að það sé mjög verðmætt fyrir komandi kynslóðir að þessir atburðir allir séu kortlagðir og færðir til bókar. Og ekki bara sögulegir, heldur líka mjög lærdómsríkir til framtíðar. Við höfum alltaf verið með okkar mælingar í gegnum tíðina í vinnustaðagreiningum og svona mælingum að stoltið okkar mikið og svona meðmælastuðl hár og það skila sér í svona átökum og að þá standa allir saman. Það allir tilbúnir og það grípa allir inn í og það einhvern veginn, það allir tilbúin að leggja á sig fyrir fyrirtækið og annað. Þannig að þetta þetta bara geggjað lið sko. Og líka bara enn og aftur hrós til íbúa vegna þess að það voru allir að bregðast við. Ég meina við hefðum aldrei komist í gegnum þetta ef fólk hefði ekki verið að svara kalli og hlusta.